Komið sæl, mig langar að ræða við ykkur það sem ég kalla nýja hugsun, uppbyggingu samfélagsvega. Hugmynd sem er kannski ákveðin leið til að nálgast þetta stóra verkefni að laga veginu, malarveginn í dreifbýlinu. Hugmyndin kannski hvorki frumleg og alls ekki óumdeild en mig langar að sýna ykkur hana hvernig hún lítur út. Þennan veruleika þekkja íbúar dreifbýlisins og sveitana, holóttur malarvegur, gamall, mjór, oft og tíðum hálf ófær í slæmri tíð. Þennan veg fara daglega börn í skóla, bæði leikskóla og grunnskóla. Íbúar keyra þennan veg fram og tilbaka til vinnu, fyrirtæki, búin í sveitunum, flytja aðföng og framleiðslu þennan veg og í einhverjum tilfellum eru bílaleigur að ráðleggja ferðamönnum eða leigutökum bíla að keyra ekki þessa vegi. Og þeir sem þurfa að fara þessa vegi eru að sitja uppi með verulegt viðhald á bílunum sínum og að því ógleymdu að á þessum vegum er talsvert slysahætta. Og það sem einkennir marga af þessum vegum í sveitunum er að þar hefur orðið stóraukin umferð vegna fjölgunar ferðamanna og við horfum fram á það að ferðamönnum haldi áfram að fjölga. Og kannski grundvallarspurningi þessi, hvernig eigum við að dreifa ferðamönnum á næstu árum, og líka hvaða svör eigum við stjórnmálmennirnir að gefa íbúum dreifbýlisins endurbætur á þessum vegum. Eigum við að segja að það sé ásættanlegt að bíða í 15-20 ár eftir endurbótum og við vísum oft í samgönguáætlun stjórnmálamenn og samgönguáætlun er það tæki sem við höfum til þess að forgangsraða vegagerð á Íslandi og við skiptum samgönguáætlun í 3 tímabil, það er að segja 5 ára tímabil, áætlun til 15 ára og við höfum síðan 1. tímabil, 2. og 3. tímabil áætlunar. Svo höfum við líka samþykkt í þinginu lög samvinnuverkefni í samgönguframkvæmdum sem eru þá hugsun einkaframkvæmd, vegaframkvæmd og síðan höfum við höfuðborgarsáttmálann samgönguúrbætur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er ýmislegt að gerjast í samgöngumálum sem við þurfum að gefa gaum en hugmyndafræðin og bakvið samfélagsvegina snýst það að opna leiðina fyrir íbúana og fyrst og fremst að horfa til sveitafélagana að sveitafélögin geti stofnað félög til þess að laga vegi eða byggja vegi og flýta þannig framkvæmdinni. Það er svona megin hugmyndin á bakvið samfélagsvega hugsunina og ég kalli þetta samfélagsvegi þá vegna þess að ég vil að samfélögin taki forystuna í byggingu vegana og þetta eru vegir sem eiga að efla byggðina og samfélögin. Og við þurfum að hafa nokkur atriði þá í huga til þess að flokka þá vegi sem getur orðið samfélagsvegi með þessum hætti. Að fyrirhuguð vegaframkvæmd sé á samgönguáætlun, ég held að það geti verið ágætt að miða við það að það sé búið að nefna veginn í samgönguáætlun, þannig að það sé búið að taka frá fjármagn í áætlunum ríkisins til einhvers tíma. Að sveitafélögin geti leitað þar af leiðandi áhugasamra fjárfesta til þess að leggja til hlutafé og framkvæmdakostnað. Að það liggi fyrir góð umferðartalning og okkur sýnist að þurfi nú talsverða umferð þessa vegi þannig að þetta sé raunhæf leið og að félagi sem stofnaði veginn sé ekki neinni annarri starfsemi. Og síðan þurfum við að velta við fleiri þáttum eins og hvað kostar að reka veginn í óbreyttu standi en grunnurinn er þessi að vegurinn er á samgönguáætlun og við viljum opna leið og það snýst þingmálið sem ég hef flutt í þinginu að samgöngufélag tiltekinn veg geti samið við ríkisvaldið framlag af samgönguáætlun og hvort sem það verður að fullu það fjármagn sem merkt veginum í samgönguáætlun eða 50%, þannig þurfum við að vega saman vænta umferð og framkvæmdakostnaðinn og hvernig við getum látið það verða til þess að flýta framkvæmdinni en til þess að fjármagna þessa flýtingu og þessa vegaframkvæmd erum við að opna leið fyrir þetta tiltekna samgöngufélag að innheimta veggjöld. Og þá þetta kannski skýrt á þessari mynd með þessu að við erum að horfa til framkvæmdatímabil og síðan rekstrartímabils og síðan framlaga frá ríkinu. Það er að segja uppfylltum þessum skilyrðum, verður stofnað félag, vegurinn byggður
og eðlilega þurfa þeir sem leggja fjármagn til eða lánsfé, hlutafé að fá ávöxtun á sínum fjármunum. Við innheimtum hófleg veggjöld, við innheimtum hann á alla umferð sem þýðir þá það að það eru líka íbúarnir sem að þurfa að búa við þessa vegi sem þurfa að greiða veggjöld en þau verða alltaf lægstu gjöldin. Og við erum síðan að horfa til þess að ríkið geti dreift sínu framlagi til lengri tíma, þannig að vegur sem átti að hefjast í framkvæmd 2025 átti að kosta 6 milljarða eða 3 milljarða, að það kom ekki öll upphæðin á einu bretti frá hendi ríkisins, heldur verið því dreift yfir einhvern ákveðið tímabil sem að semst. Mikilvægt að hafa í huga að þeir peningar sem við getum mögulega að spara ríkinu komi þá til uppbyggingar á öðrum vegum sem ekki gætu borið gjaldtöku eða hafa umferð til þess að bera upp í gjaldtöku til þess að flýta umferð. Þannig værum við að vinna að uppbyggingu fleiri vega heldur en bara þessa tiltekna vegar. Og við höfum skoðað þetta aðeins í 2 dæmum, þar að segja við höfum aðeins hort til Vatnsnesvegar og við höfum hort til Skógarstrandarvegar og til þess að láta reyna á hvort að þetta sé hugmynd sem að geti gengið upp og okkur sýnist hún vel geta gengið upp, þar að segja ef við horfum bara á þessa mynd þarna þá horfum við á 3 ára framkvæmdatímabil, segja við bara byrjum árið 2023, stofnum félagið, hefjum framkvæmdir, semjum við verktaka, fjármögnum framkvæmdina og hefjum síðan reksturinn hann í árslok 2025 eða byrjun 2026 og svo sjáum við að árinu 2028 í þessu tilfelli fara framlög ríkisins að detta inn til félagsins og á þessum tíma tekur nú einhvern tíma til að koma félaginu sjálfu í jákvætt sjóðstreymi en niðurstaðan bara úr þessari örlitlu könnun okkar og nú vil ég taka fram að við erum ekki hér með einhverja endanlega tölur, sýna að það sé hægt að sækja bæði ávöxtun á hlutaféð í samgöngufélaginu og síðan greiða fjármagnskostnaðinn og endurgreiða framkvæmdakostnaðinn og að rekstrartímabili loknu þá sé hægt að skila veginum aftur til ríkisins. Og við skoðum þetta eins og segi fyrir Vatnsnesveg og síðan fyrir Skógarstrandarveg, þannig að vegur sem var einhvers staðar áætlaður að hefja framkvæmdir 2026, 7, 8 sé raunhæft að hann fari einfaldlega í framkvæmd sem fyrst og á næstu 2-3 árum sé vegurinn byggður og íbúarnir séu þá komið með öflugt samgöngutæki, þar að segja öflugan veg til þess að nota í sínu daglegum störfum á miklu styttri tíma heldur en að horfa bara til samgöngu áætlunar. En við ætlum ekki bara að byggja vegi og ég held að það sé mikilvægt að við höfum það strax í huga í upphafi að við ætlum að gera meira en bara veg. Við ætlum að hafa þessa vegi þannig og garði gerða þeir séu með fullkomnustu möguleika til fjarskipta á hverjum tíma. Þannig að fólk sem að fer þennan veg sé vel tengt. Við viljum að vegirnir hafi möguleika á að skaffa rafbílum eða nýorkubílum þann möguleika að fara þessa vegi. Það eitt af því sem að mun há samkeppnishæfni dreifðra byggða samkeppninum ferðamenn vegurinn ekki æskilegur til dæmis fyrir rafbíla. Það eitthvað sem við skulum hafa í huga. Við skulum líka hafa í huga að vegur með bundu slitlagi hann minnkar losun hefðbundinna bíla alltaf 20%, þannig sjálfur sér þetta líka aðgerð í loftslagsmálum. Við munum samhliða geta byggt góða, velgerða áningastaði, þannig að fólk sem að keyri Vatnsnes, Skógarströnd eða hvað þann veg sem við munum byggja upp, það mun njóta hans sem upplifun, þannig að vegurinn sem slíkur verður áningastaður, hann verður líka upplifun ferðamannsins að heimsækja Íslands rétt eins og góður veitingastaður eða gott hótel. Þannig við ætlum að markaðssetja þessa vegi sem aðdráttarafl, við ætlum að tryggja á þeim ákveðna þjónustu og þannig erum við til fyrirmyndar í samkeppni ferðamenn. Aðkoma sveitarfélagsins felur þá í sér forystumálið, samningu við vegagerðina við ríkið og ef við draugum þetta bara saman í nokkra punkta þá þýðir þetta hraðari uppbyggingu vegakerfisins, bætta nýtingu fjármuna ríkisins, við valdeflum heimamenn eða valdeflum sveitarfélögin. Við erum með nýjum og nýtískulegum vegum að byggja undir framtíðar hagvöxt þessara svæða
og við erum að takast á við það að taka á móti vaxandi fjölda ferðamanna og dreifa þeim um landið. Takk fyrir.